og við ætlum að hafa núna leita hugleiðslu og bæn, þar sem við ætlum að afhenda allt til Guðs. Við ætlum að taka við því verkinu sem að Jesús vann þegar hann gaf líf sitt á krossinum, og velja það að lifa í náð Guðs og í hans ljósi. Og þegar við förum í svona hugleiðslubæn þá erum við að stíga svolítið út úr þessari efnislegu veröld og inn í hina ósýnilegu veröld, þar sem heilagur andi starfar, þar sem að Guð er. Og við erum að eiga samfélag við Guð inn í þeirri veröld, inni í Guðsríkinu. Og það er þar sem að kraftaverkin gerast. Það er þar sem að lækningin átti sér stað þegar Jesús gaf líf sitt á krossinum. Þannig að síðan ætlum við að taka bara örfáar mínútur í að hlusta á Guð og bara heyra hans rödd, heyra hvað hann vill segja við okkur eða hvað hann vill gefa okkur. Og síðan þegar hugleiðslubænin er lokið, og þá er þessari stund formlega lokið, og þá ætlum við að fara í fyrirbænir. Amen. Amen. Þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir, hvort sem við sitjum eða liggjum. Og ég ætla bara að leggja þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að þú smyrð tungu mín og varir mínar. Og ég biðji heilagur andi að starfa með þeim hætti sem að þú vilt í líf okkar allra hér í kvöld. Í Jesú nafni. Og ég ætla bara að fara með litla bæn, og þið megi bara gera þessa bæn að ykkar bæn í hjarta ykkar. Kæri Jesús, ég kem fram fyrir þig og ég bara krýpi krossin þinn og ég gef þér hjarta mitt og ég þakka þér fyrir, Jesús, það verk sem þú vannst á krossinum. Og ég þakka þér fyrir, Guð, að þú elskir mig með skilyrðislausri, ævarandi elsku þinni og ást. Og ég vel að færa mig nær þér, Guð, og ég tek við ást þinni inn í hjarta mitt og ég tek við öllu því verki sem þú vannst á krossinum inn í hjarta mitt, inn í sál mína núna. Í Jesú nafni þá gef ég þér alla mína iðrun og ég tek við þinni iðrun, Jesús, inn í hjarta mitt. Og ég iðrast allra þeirra skipta sem ég var undir lögmálinu, sem ég byggði á mínum eigin verkum, og ég afhendi allt þetta núna til þín, Jesús. Og ég tek ákvörðun í hjarta mínu að velja einlæglega að byggja alfarið og eingöngu á verkinu sem þú vannst þegar þú gafst líf þitt á krossi, á blóðinu þínu sem rann, á sigrunum sem þú vannst, Jesús, á náð þinni og engu öðru. Og ég þakka þér fyrir náð þína og ég bið að hún megi fylla hjarta mitt
fylla huga minn og fylla líf mitt. Ég gef þér líf mitt, Jesús, og ég bið að ég megi verða vitnisburður fagnaðarerindið að ég megi hjálpa öðrum sálum að finna þig, Jesús. Í Jesú nafni afhendi ég allar ásakanir, ákærur, niðurrif, gagnrýni, lastmæli og sektarkennd til þín, Jesús. Leið og náð þín fyllir hjarta mitt, ennþá meira. Og ég kem fram fyrir hásæti þitt, Guð, með djörfungu hjarta, í öruggu trúartrausti að þú ert minn hirðir, minn Guð, minn Faðir, minn læknir, minn vörður, mitt athvarf. Að í þínu fangi er ég bæði hólpin og örugg eða öruggur. Og ég er vel að leggjast núna í fang þitt, í ljós þitt og hvíla í þér, Kristur. Leið og ég opna hjarta mitt og segi verði þinn vilji í mínu hjarta. Og ég þakka þér fyrir að þú ert núna, Jesús, að afmá allt þetta ranga, allt þetta vitlausa. Í Jesú nafni það er farið fyrir fullt og allt og réttlæti þitt er. Og nú ætlum við bara að eiga hljóðastund í fangi Guðs, í hvíldinni hans og bara fylla hugan af Jesú. Sjá hann fyrir okkur í huganum, hugsa hann
Ímynda okkur hann. Bara fylla hugan og hjarta af honum núna. Og það kemur svo sterkt bara núna til mín að náð Guðs hefur einhvern veginn bara strokað út. Allt þetta úr fortíðinni, þetta ranga, þetta vitleysa, allt klúðrið og einhvern veginn miskan og ranglætið og ljótu orðin og heiftina og sektina. Þetta bara farið. Guð búinn að afmá þetta. Og hjarta okkar fyllist núna af frelsinu, frelsi Guðs. Hann búinn að gefa okkur algjört frelsi frá þessu. Ég ætla aðeins að biðja fyrir þeim sem að horfa og hlusta. Ég biðja heilagur andi að umvefja alla þá sem að hlusta eða horfa, hvort sem það núna eða á upptöku síðan mér. Og ég bara þakka þér fyrir að þú ert að vinna kraftaverk í þeirra lífi, að þú ert að lækna á stórkostlegan og undraverðan máta. Að þú ert að gera tákn og undur, að þú ert að koma með gleði, frið og allsnægtir. Og ég bara þakka þér fyrir heilagur andi að þú snertir ekki bara við heilsufari, fjölskyldu, atvinnu, heldur líka allsnægtum, fjárhagnum, fríi einstaklingana og samveru stundum. Og ég þakka þér fyrir að þú ert að blessa hið kristna líf þeirra sem að hlusta og þú setur kærleika á milli allra kristinna manna. Skilyrðislausan kærleika þinn, Drottinn, að við megum lyfta hvort öðru upp, biðja fyrir hvort öðru og elska hvort annað. Í Jesú nafni. Ég bara sé lækningu þína farin í hjarta
sálir, líkama, huga, hverja einustu frumu í líkamanum núna og lýsir allt upp og hleypir engu myrkri að. Takk, Jesús. Amen.